Sem betur fer eru sjálfsvíg afar sjaldgæf í starfseminni okkar á geðsviði. En fyrir það bil 1,5 ári síðan urðu 2 sjálfsvíg á einni legudeildinni okkar á geðsviði inn á Hringbraut. Það var náttúrulega alveg skelfileg reynsla fyrir alla sem komu að því og náttúrulega sérstaklega fjölskyldu þessara 2 sjúklinga. Og það sem gerist þegar svona gerist hjá okkur sem betur fer sjaldgæft að þá fer að staða rótagreining og það ákveðin innri skoðun sem felst í því að við skoðum hvað má betur fara í starfseminni okkar til þess að reyna að koma í veg fyrir að slíkt geti endurtekið sig. Og við erum með núna stór verkefni ásamt smærri verkefnum sem eru umbótaverkefni hjá okkur sem fjalla það fyrst og fremst að gera bæði þjónustuna og starfsemina, umhverfið og allt saman öruggara fyrir sjúklingin okkar og alla sjúklinga. Þannig að við fórum í það að hanna matstæki eða til þess að meta alla þá þætti umhverfinu sem geta hugsanlega verið skaðlegir sjúklingi. Það ekki til neinir staðlar á Íslandi, neinir alþjóðlegir staðlar það sem segja okkur hvernig í rauninni umhverfi á geðdeildum á Íslandi skuli vera háttað með tilliti til öryggis. Það bara ekki til. Það eru til ýmis gögn sem arkitektar notast við. Við skoðum allt það sem að gerast í Bretlandi, í Ástralíu, í Bandaríkjunum og svo framvegis. Það gríðarlegt umfang að taka út eina svona deild bara út frá þessum stöðlum sem við höfum nú sett okkur með matstæki umhverfis. Á einni deild eru hundruðir atriða sem þarf að skoða og það allt frá því hvernig loftin eru, veggirnir, hvernig hurðin, hvernig lamir, hvernig hurðarhúnar, hvernig gluggar, gluggakistur, gardínur. Nú staðreyndin sú að það búið að taka 3 deildir á geðsviði, 3 af í rauninni 8, töluvert mikið í gegn. Þannig að við getum sagt með nokkur öryggi að þær deildar séu öruggar. Við þurfum auðvitað að taka tillit til starfsemi og eðli hverjar deildar þegar það hafa mismunandi sérhæfingu og leið þá mismunandi kröfur öryggi. Sumar eru mjög illa staddar og aðrar töluvert vel staddar. Sjúklingar sem leggjast inn sem þurfa eftirlit eru settar á gát og það sem kom í ljós í rótagreiningu var að það var ekki alltaf öllum fyllilega ljóst af hverju sömu sjúklingar voru á gátum. Þannig að við erum núna á lokametrunum að breyta fyrirkomulagi gáta í vonu að það skili auknu öryggi. Síðan erum við í heilmikilli fræðsluherferð þar sem við fengum 3 erlenda sérfræðinga frá 3 mismunandi löndum sem eru sérfræðingar í sjálfsvígsforvörnum og vorum með mjög flott námskeið fyrir allt starfsfólk geðsviðs og erum að þjálfa núna kennara sem munu halda áfram að fræða starfsfólki okkar sjálfsvígshættu, sjálfsvígsmat, skráningu. Það verkefni framkvæmdastjórnar að reyna að afla fjármagns í þessi ofboðslega dýru verkefni sem það að þurfa að taka heilu deildarnir í gegn kostar mikið fjármagn. Nú þrátt fyrir allt sem betur fer að þá höfum við fengið góða einkunn frá Bretunum sem hafa komið og skoðað þjónustuna okkar og verið okkar ráðgjafar núna síðan 2012. Og þeir hafa í rauninni gefið okkur ótrúlega góða einkunn fyrir bara þjónustunni í heild sinni, bæði varðandi þjálfun starfsfólksins okkar, varðandi hvernig þjónustunni uppbyggð og hvað hún innifelur og líka varðandi öryggisþættina. Þannig að þó svo við megum gera auðvitað miklu betur að þá erum við samt sem ára réttri leið og höfum fengið dyggan stuðning frá Bretunum.